Jæja, kæru vinir, við þurfum að byrja, við þurfum að fylgja tilsettum tíma. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin á þessa samveru. Ég ætla hér að fá að fjalla svolítið sálgæslu, nærveru og snertingu og hvernig þetta þrennt tvinnast svolítið saman. Fyrst langar mig að kynna sjálfa mig. Ég heiti Anna Hulda og Júlíusdóttir og ég djákni og starfa í sálgæsluteymi Landspítalans, sálgæsluteymi presta og djákna. Búin að vera þar núna síðastliðna 9 mánuði. Þar á undan starfaði ég á Hornbrekku, hjúkrunarheimili á Ólafsfirði og eldri borgarnir hafa verið svolítið mitt krát í gegnum árin. Ég starfa lengi líka í orlofsbúðum eldri borgar á Löngumýri, því gullfallega starfi. Og einnig ég vatnsmeðferðaraðili. Ég nam það hjá Flothettu og hef bætt við mig svona hinum ýmsu námskeiðum. Og af hverju ég nefni sérstaklega vatnsmeðferðaraðilann kemur svolítið fram á eftir. Við vitum ekki af hverju að kemur spurningamerki í alla rammana. En lífið náttúrulega bara ein spurning, þannig að þetta sennilega bara einhvern veginn kubburinn og tölvan lesa sig ekki alveg saman. Þannig að þetta var ekki ætlunin, það var eitthvað voðal flott merki. Já, mér langar svolítið að fjalla bara hvernig þessir þættir tvinnast saman, eða fléttast saman. Að þið kannski vitið svona flest öll og kannski búið að fara yfir það hér áður í dag út á hvað sálgæslan gengur. Að sálgæslan þetta að mæta manneskjunni það sem hún stödd hverju sinni. Að virða trúnað við fólk og hvar það statt. Að virða ólíkar lífsskoðanir og liðsinna þeim sem eiga sárar tilfinningar og erfa spurningar tengdar áfalli, veikindum eða jafnvel tilvistar vanda. Og nærveruna þekkjum við öll. Að vera til staðar og hvað það þýðir að vera til staðar. Við þekkjum öll munin á þægilegri og óþægilegri nærveru. Nærveru sem að segir ég sé þig. Við þekkjum nærveru sem að segir ég virði þig. En við þekkjum líka nærveru sem að veitir kulda eða jafnvel hunsun. Og við þekkjum vel munin þarna á milli. Og við vitum líka hvernig nærvera lítur út. Ég gef mig það að öll við sem erum hér samankomin og einnig þau sem að hlusta, að við eigum okkur einhvers konar lífsreynslu, við eigum öll okkar sögu. Og mér langar svolítið að biðja ykkur að setja það sem við ræðum hér í dag kannski bara svolítið í samhengi við ykkur sjálf. Og ég ætla að tala út frá sjálfri mér og því sem hefur reynst mér vel. Ég ekki að vísa í ykkur fræðinga eða ykkur speki. Ég ætla að segja þetta bara í mig sjálfa. Og öll búum við yfir einhverju sem við höfum orðið fyrir eða þurft að takast á við í lífinu. Enginn fer svo auðveldlega í gegnum lífið að hann mæti ekki einhverjum brekkum. Þannig að við vitum sennilega flest hvernig góð og slæm nærvera lítur út. Og nærvera alveg gríðarlega mikilvæg þáttur í allri sálgæslu. Og óhikað eins og bara með allt í lífinu, að ef okkur líkar ekki við þann sem við hittum á í sálgæslu þá eigum við að skipta Við má finna okkur eitthvað það sem við finnum og við mötsum við. Og við bara óhikað að gera það eins og við gerum með lækna og hárgreiðslufólk og við vitum það að ég felleg til þess með hárgreiðslukonur að skipta hárgreiðslukonur bara eitthvað ræðilegast sem ég geri. Það eitthvað sem kann á mig, ég þekki nærveruna, hún veit hvernig hún að þegja, hún veit hvernig hún að tala og þurfa að skipta alveg rosalega erfitt. En þetta eigum að leyfa okkur líka þegar við erum að þiggja sálgæslu. Og einnig fyrir okkur sem að störfum við sálgæslu, þegar við erum að veita sálgæslu, ef við skynjum að við getum ekki liðsinnt til fólki sem við erum að mæta. Ef við stöndum fram fyrir því að það eitthvað þarna sem að bara við náum ekki í gegn.
að þau voru ófeimin að ræða við kollega okkar og skipta út leikmanni. Snertingin, það þessi þáttur sem ég ætla að tala kannski hvað mest út frá í dag. Að veita snertingu og að þiggja snertingu. Snerting mér alveg gríðarlega mikilvæg, eins og ég vísaði kannski til með hárgreiðslukonuna. Ég þekki sjálf þá reynslu að ganga í gegnum krabbamein og að vakna á spítala og hjálparvana og geta ekki baðast sjálf. Þetta eru 11 ár síðan og ég man snertinguna þegar það var yndisleg stúlka sem vann á spítala og þvoði að mér hárið eftir aðgerð. Þessi nærvera og þessi djúpa, dásamlega snerting án allra orða. Að finna þennan kærleik sem að streymir frá einni mannesku til annarar, virðingin, og hún ómetanleg. Og þennan þátt skulum við aldrei vanmeta í allri sjálfgæslu. Snertingin það mikilvæg fyrir okkur öll, að þegar við komum saman hér bara í dag, að þá eru þau örugglega búin að snerta mjög marga. Þau eru búin að taka í hendina á mjög mörgum og þau eru búin að faðma mjög marga. Snertingin okkur einhvern veginn órjúfanlegur þáttur í öllum samskiptum. En auðvitað þurfum við alltaf að passa okkur hvar við stígum niður, að óviðeigandi snerting náttúrulega alltaf óviðeigandi. Og ég hef notið þeirra gæfu að vinna með nokkra sorgarhópa, unnið í missishópum og þar hef ég þorað að stíga á þetta ísinn og nota snertingu. Ég hef endað alla hópa, öll skiptin, sem þetta hefur ildur í 6 eða 8 skipti, að enda hver tíma fyrir sig með snertingu. Og ég hef gert það þannig að í lok tímans að gefa okkur svona 5 til 10 mínútur þar sem ég býð upp á slökun og fólk kemur sér bara eins þægilega fyrir og það mögulega getur og með leyfi þeirra sem á staðnum fæ ég að snerta axlirnar á fólkinu. Við lokum augunum, sitjum í þægilegri stöðu og eins og gerist í hópamyndun að það myndast hægt og bítandi traust í hópnum og sérstaklega í svona vinnu þegar við erum að tala missishópa. Að hægt og bítandi myndast traust að við erum að opna okkur upp á gátt. Og að fá þetta traust heilagt. Að fá þetta traust að geta gengið á milli og lagt höndina á öxlina á þeim sem að þiggur. Að það ómetanlegt. Að það stórkostlegt að fá að komast svona nálagt manneskjunni. Og gaman að segja frá því að í síðastliðin vetur að þá var ég að vinna í missishóp og með mér var kollegi minn sem búinn að starfa í þessum gera í mörg ár, hókin af reynslu og ekki mikið fyrir snertingu. Alls ekki. Og þegar ég stakk upp á þessu að hóparnir undir að tímarnir okkar myndi alltaf enda svona og hann bara jú, alltaf leið, bara fínt. Og eftir fyrsta skiptið þar sem ég gekk á milli og lagði höndina á annarkvort öxl eða hérna ofarlega, þetta svæðið að þessum við róum okkur. Þið vitið það ekki, ég ætla að fara aðeins betur í það eftir. Að og legg höndina hér á. Eftir að vera búin að tala nokkur velvalin orð, legg höndina hér á og að finna fyrir þessu þegar losnar hræðslun okkar, þegar losnar spennun okkar, þegar losnar kvíðan okkar, að leyfa einhverjum að snerta sig. Og jafnvel akkurat þarna var þetta það sem þú þurftir til þess að hjálpa að losa endalega spennuna. Og eftir þennan fyrsta tíma þá var þessi kollegi minn, hann átti ekki til eitt aukatekið orð og það hans vegna sem ég stend hér í dag að hann fór fram á það að ég myndi vera með smá fyrirlestur snertingu í sálgæslu og
við vorum aðeins að vandrast með þetta því þetta náttúrulega erfitt að stiga þarna niður, að þetta mjög vandmeðfarið og hvernig við gerum þetta skiptir náttúrulega öllu máli. Að við bara göngum ekki að ykkurum og bara, já, nú ætla ég bara að leggja hönd mín á þig og þetta eitthvað sem ég þarf að passa mig alveg gríðarlega mikið í, að ég rosalega mikið fyrir að koma við fólk og óvart farin að bara fikta í hárinu á einhverjum sem ég að tala við og þetta alveg hrikalegt að vera svona og þetta bara, stundum ég bara svona, ok, ég þarf aðeins að bakka út úr þessu. En þetta eitthvað sem maður lærir og þegar maður treysti Guði fyrir sjálfum sér í vinnunni sinni, að þá þetta til dæmis einn af þeim þáttum sem ég bið sérstaklega fyrir að Guð leiðbeini mér. Bara minna af mér og meira af honum. Og þarna kemur flott meðferði mín svolítið inn í, meðferðarfræðingur inn í mér. Að fá að meðhöndla einstaklingi vatni alveg stórkostlegt. Og það allavega ein sem ég hef fengið að meðhöndla. Og ég hef verið svo lánsum að geta finna þetta saman, að fólk sem hefur verið hjá mér í sálgæslu hefur komið einnig til mín í flot. Og í flotinu að þá númer 1, 2, 3 að maður skapi öruggt rými. Að maður skapi rými þar sem einstaklingur upplifir sig öruggan. Og þetta náttúrulega byggist allt alveg gríðarlega miklu trausti. Að fólk treysti þeim sem að veita þjónustuna fyrir líkamannu sínum. Og eins líka þessi virðing að fá þann heiður að meðhöndla líkama. Og að skapa rými þar sem þú ert búin að vera með einstakling í sálgæslu og fá svo að taka viðkomandi í vatnið, í þögnina, að þetta einhverju töfrar sem gerast. Að eiga þessa sálgæslu, þessi meðferð í þögninni, þessi sálgæsla án orða, hún verður svo rosalega djúp, það verður svo mikið dýpt og meira þess að sumir tímarnir hafa verið þannig að þú ert bara að skapa rými, tryggja öryggi og þessi þættir sín til að upp að ég byrja einhvern einasta tíma að blessa vatnið. Blessa vatnið í bak og fyrir og sjálfa mig og hendurna mínar. Þetta fallega flotta verkfæri sem við eigum, að blessa þær, að Guð vinni í gegnum hendurna mínar en ekki ég að reyna að gera eitthvað í hans vilja. Að sumir tímarnir hafa verið þannig að fólk kemur upp úr vatninu eftir klukkutíma þar sem það leitt í gegnum, sem þú tekið upp úr vatninu og það upplifir kannski og segir að það hefur aldrei upplifað annan eins tíma. Fólk sem búið að koma kannski í nokkur skipti, bara vá, þetta lang besti tíminn sem ég nokkuð með farið í og ég gerði ekki neitt. Það kannski tímarnir sem ég gerði ekki neitt. Bara skapa öryggi, tryggja nærverunni til staðar, ég hérna, þú skynja mig, þú veist að ég hérna. Og tryggja þetta öryggi og horfa á eftir einstaklingum fara inn í sálgæsluna í sjálfum sér, að finna verkfærin sín, leyfa vatninu að umvefja sig. Þetta svo stórkostleg tilfinning. Og hún alveg mögnuð. Og ég líka verið með sálgæslu hóp sem að var búin að hittast í 6 skipti. Það var missishópur og við vorum ekki tilbúin að hætta. Okkur langaði að halda áfram en þau voru ekki, höfum ekki tök á því. En við ákveðum að bjóða upp á 1 tíma viðbót og það því flottími. Og það var eitt af stórkostlegasta sem ég nokkuð tímann upplifað, að fara með 8 einstaklingum sem eru búin að vera að vinna þessa djúpu vinnu í samtölum ofan í vatnið þar sem þau treystu hvort öðru 100%. Það var fullkomið traust. Og þetta eitt af því fallegasta sem ég séð. Og það var alla, ég geti sagt þetta á þess að fella nokkuð tár, sko. Og þetta eitt af því allra fallegasta.
þetta traust og þessi nálægð og þetta fallega sem gerist með orkun okkar þegar við treystum fólkinu og treystum náunganum og treystum öðrum fyrir okkur, að við eigum mörg sameiginlega reynslu og það er svo stórkostlegt að geta deilt henni. En COVID-tímarnir að þeir köttuðu svolítið á snertinguna. En þörfin fyrir snertingu að hún hvarf ekki, þó svo okkur verið bannað að snertast tíma. Og starfandi á Landspítalanum þá finnum að þetta, það kemur svona pínu vonleysi í fólk, bara eins og daginn þegar kom grímuskylda og þá setja allir panska og hætti allir að heilsast og þetta. Að þá myndast þessi fjarlægð sem er okkur ekki eðlisleg. Og auðvitað getum við ekki, ég er ekki alhafa, auðvitað er náttúrulega fólk til sem ekki vill snertinguna og við virðum það. Þess vegna þurfum við alltaf að biðja leyfi fyrir henni. Mér langaði aðeins að minna bara á þetta að áfall er þegar öll tengsl rofna, allt saman, veröldin okkar fer á hvolf, við höfum engar tengingar. Það er áfall. Sorgin er uppbyggingaferli og vonin, hún á heima í samskiptum. Og þá langar mig aðeins að fara inn í þegar við erum að mæta ástvinum okkar í þrengingum. Þetta vonleysi og varnarleysi sem að grípur okkur oft. Að það er eitthvað svo merkilegt hvernig við virkum. Ég held að þið þekki þetta örugglega langt flest. Að eitthvað sem snýr okkur sjálfum, erfiðleikar sem snúa okkur sjálfum, er einhvern veginn allt öðruvísi heldur en erfiðleikar þeirra sem við elskum. Ástvin okkar, vinir, kunningjar, þar upplifum við einhvern veginn svo mikið varnarleysi á meðan að við erum einhvern veginn með eitthvað annað spil í hendinni þegar við erum sjálf að standa frammi fyrir veikindum eða áföllum. Og flest þekkjum við sennilega þetta, hvað er ég fram að færa, sem á kannski ekki sömu reynslu og sá sem er að fara í gegnum áfall eða sorg. Og hvað ef við gerum meira ógagn en gagn? Lífssögur okkar eru allar mjög mismunandi, en í grunninn höfum við öll þessar sömu grunnþarfir. Og þarna er líka í fjölmenningarsamfélaginu sem við búum í dag að þá er mjög gott að minna sig annars slagið á þetta. Að þó sem við séum öll mjög ólík og lífssögurnar okkar ólíkar, komið frá ólíkum bakgrunni, að þá höfum við öll sömu grunnþarfirnar. Að vera séð og vera heyrð. Og öll höfum við þessar hversdagslegu þarfir. En hvernig lítur hjálp út? Ég veit ekki hvort ég þekki til hennar Brené Brown. Hún er, ég elska Brené Brown. Hún er bandarískur félagsfræðingur og vinnur mikið með alls konar, bara allt sem tengist mannlegri hegðun og mannlegu eðli. Hún notar mjög mikið þessa spurningu, hvernig lítur hjálp út? Að við spurjum þessara spurninga. Þegar við stöndum frammi fyrir því að ástvinir okkar, vinir eða kunningjar standa frammi fyrir erfiðleikum. Að spyrja okkur hvernig lítur hjálp út. Og það er svo mikilvægt að við notum tungumálið okkar. Í staðinn fyrir að vera eitthvað að reyna að giska í eyðurnar og stunda hugsanalestur sem er ekki uppbyggilegur. En þarna skiptir líka miklu máli að við vitum í hvaða hring við erum þegar það kemur að þeim sem á í erfiðleikum. Erum við í innsta hring eða erum við í ytri hringjum? Innsti hringurinn er náttúrulega bara kjarnafjölskyldan okkar, kjarnin okkar. Og
við vitum nokkurn veginn að ef að við tökum bara dæmi, þú veist, ef að systir mín verður fyrir áfalli og ég þekki hana vel í grunninn, þá þekki ég nokkurn veginn hennar grunnþarfir og ég þekki hvernig hversdagslífið hennar er. Ég þekki hvað þarf að fara í gang. Þessi innsti hringur þekki það. Það mjög erfitt ofta að vera í hringjónum fyrir utan. Að vita ekki nákvæmlega hvað að gerast í innsta hringnum. Og ég held að það sé bara mannlegt eðli að við förum öll í að hugsa bara ætli sé ekki örugglega að hugsa þetta. Verið að hlúa að krökkunum, verið að láta skólann vita, verið að passa til borði, þarf ekki eitthvað að skutla í íþróttir og allt þetta sem að við vitum að lífið heldur áfram með svo margt. Og það getur mjög erfitt og flókið að vera í ytri hringjunum. En þá svo mikilvægt að við spyrjum fólki sem í innri hring heldur en við. Ef við náum ekki sambandi við þann sem innstur, hann sem vera að halda utanum, að þá verðum við að spyrja þann sem næstur eða þann sem þar næstur. Hvar get ég orðið að gagni? Hvernig lítur hjálp út? Og líka það að þora að biðja þessa aðstoð, að virkja allt netið í kringum okkur, alla hringina. Ef þið sjáu fyrir ykkur við erum að fleita þið hendur grjóti eða stein í vatn. Já, fleita kettlingar. Hvaðan ætli það komi? Ok. Hringinni sem að myndast, að hvar eru við? Og hvar gerum við gagn? Oft getum við hlúð að hringnum sem fyrir innan okkur. Sem að getur hlúð að hringnum sem fyrir innan hann. Sem getur hlúð að hringnum sem fyrir innan hann. Og þannig hefur þetta svona samverkandi áhrif. Og eins fyrir okkur að þora að biðja hárþvottinn. Ertu til í að þvo mér hári í dag? Þú veist, ég hef ekki orku í það. Ertu til í bara gefa mér bara gott nudd? Ertu til í að bara gefa mér nærveru? Engin orð, bara nærveru. Ég langar bara að hafa þig, en ekki segja neitt. Og við sem erum hinum við borðið, erum þessi sem eigum að sitja og gera ekki neitt og segja ekki neitt, að okkur hættir svolítið til að fara að tala okkur sjálf niður. Þú veist að við sem sjálf eitthvað ómöguleg. En það ekki þannig. Það ekki þannig. Og líka það að ég legg mikið upp úr þessu þegar ég að fylgja fjölskyldum sérstaklega að biðja einveru án útskýringa. Að stundum við bara að vitum ekkert hvernig okkur líður, hvar snýr upp, hvar snýr niður, en við þurfum bara eitt augnablik, þarf við bara einveru. Og ég vil fá hana án þess að þurfa að útskýra af hverju þarf hana. Okkur hætti til að gera þetta svolítið með börnum, að vilja fá svör af hverju þau vilja einveruna. Við fyrir strax í að spyrja spurningana, ertu leiður, ertu reiður, þú máttu ekki mikið einn, viltu segja mig hvað að, og förum alla leið þangað. En stundum þurfum við bara þetta rými. Og það mjög mikilvægt að veita hvert öðru trausti til þess að fá þetta rými. Og mitt án þess að þurfa að útskýra sig. Og það eitthvað svo mikil fegur í því. En þá erum við náttúrulega ekki að tala öfgana í hina áttina að eitthvað sem að loka sig alltaf af og vill alltaf vera einn. Og þarna notum við líka tungumáli okkar að tala hreint út hvernig sú hjálp lítur út, hvað heilbrigt og hvað óheilbrigt. Svo líka eitt þegar við erum að mæta ættingjum og vinum í erfiðum aðstæðum, að oft eigum við sjálf einhverja reynslu sem kannski ekki, hún kannski enda bara svo frá, að við erum ekki reiðubúin til þess að veita öðrum aðstoð. Og það líka bara allt í lagi, og allt í lagi að gera sig grein fyrir því.
og eins kunnulegar aðstæður að við sem að vinnum við sálgæslu, og ég veit að mörg ykkar í rauninni gerir það líka, að þarna þekkjum við oft mjög kunnulegar aðstæður. Ég sjálf missti pabba minn þegar ég var 27 ára og það er svolítið sérstök tilfinning. Ég missti hann á Landspítalanum og við vorum þar öll fjölskyldan samankomin. Að vera í aðstæðum í dag þar sem að ég fylgi fjölskyldu sem er nákvæmlega samsett og mín fjölskylda. Þetta er kunnuleg reynsla og það er ýmislegt í þessari fjölskyldumynd sem maður sér. Ég sé sjálfa mig í henni og það að þora að vera með sér í henni. Og það er ýmisleg lykt og alls konar hljóð sem að geta vakið upp hjá okkur alls konar tilfinningar og geta tryggerað svo margt hjá okkur og slegja okkur kannski svolítið út á laginu. En öll samfylgd í sálgæslu er nákvæmlega þarna, að við þekkjum andlega og líkamlega líðan okkar þegar okkur líður vel og við þekkjum hana í líkamanum okkar og við vitum hvar hún er. En við þekkjum líka andlegu og líkamlegu vanlíðan okkar og við vitum hvar hún er, við vitum hvar kvíðin okkar fer. Og oft er þetta svona eitthvað viðkvæmi partur, eitthvað sem er alltaf slæmir í baki eða á svona eitthvað viðkvæman part hérna aftast í bakinu, hérna neðst niður í bakinu. Að það fer oft svona óttin okkar og hræðslan og allt þetta sækir oft í þessa viðkvæmi parta. Ég var að segja Bylgju í síðan áðan að ég í staðinn fyrir að njóta sólarinnar í Reykjavík að það ákvað ég að dunda mér með kvíðanum í allan dag bara til 7:30 án ég lagði af stað að heiman. Þannig að svona getur maður verið. Þannig að við vitum alveg og þekkjum okkur sjálf að það er margt. Þetta er ekki svona klift og skorið, bara mæta í aðstæður, mæta fólkinu okkar, mæta og gera gagn. Að við þurfum svolítið að finna okkur sjálf, hvar erum við, hvernig líður mér. Og allt þetta er samofið, sálgæsla, nærveran og snertingin, hún er samofin í öllum samskiptum. Og ég elska þessa leyndu sálgæslu sem er svo víða, sem við þekkjum öll í störfum okkar. Að bara þarna eins og þessi dásamlega hárþvottur sem ég fékk hérna fyrir 11 árum síðan að viðkomandi vissi örugglega ekki hversu mikla sálgæsla hún var að veita mér. Samtal á kaffistofunni. Og þetta elska ég sérstaklega svona þar sem að fólk vill alls ekki tjá sig. Það er ekki tilbúið að tala kannski erfiðar aðstæður sem við höfum kannski sameiginlega lent í eða eitthvað slíkt. En bara þetta, að hittast á kaffistofunni og taka pínlítið spjall. Og bara gott dæmi bara núna frá helginni síðastlinni, ég bý á Siglufirði og eins og kannski séð í fréttunum að það var svolítið mikið rigning hjá okkur helgina. Og þar voru 60 viðbragðsaðilar frá nágranna sveitafélögunum okkar sem stóðu vaktina í 1,5 sólarhring. Ískaldir og ekkert nema bara ískalt vatn sem hældist yfir þá og þeir voru að vaða vatn alveg bara upp á miðlæri og svangir og þreyttir. Að ég fékk að njóta þess að standa við hliðina á kaffikönninni þegar allir voru að koma í hús, fylla á hana mjög reglulega og passa að allir fengi eitthvað heitt að drekka. Og hlusta á samtölin sem eiga sér stað akkurat þarna. Hvað fólk er að veita hvert öðru mikla sálgæslu. Það þarf ekki að vera einhver titlaður sálgæti sem kemur á staðinn þegar eitthvað er að. Þessi fallegu mannlegu samskipti. Að þarna var bara hópur af fólki sem var bara með eitt markmið og það var að koma á þessu vatni einhvers í burtu úr bænum. Og hitta svo við kaffikörnuna og bara aðeins að halla sér að hvort öðru og peppa hvert annað. Segja kaltanisleira brandara vatn og meira vatn og ennþá meira vatn. Og líka þetta að sitja með náungan í fanginu, að þetta er sennilega ein fallegasta birtingamynd sálgæslunnar. Að þegar við höldum að við séum ekki að gera neitt gagn, en þú situr kannski með mannesku í fanginu,
snerting, nærvera, sálgæsla. Og stundum þurfum við bara ekkert neitt að segja. En hvernig hlúum við okkur sjálfum, okkar eigin bjargráð, að ég sjálf nota alltaf þegar ég að fara í aðstæður sem að ég veit að verða mér erfiðar og eru erfiðar, að nota ég þessi orð, minna af mér og meira af þér. Takk góði Guð, minna af mér og meira af þér. Og takk góði Guð að þú ferð á undan mér og ert svo með mér í aðstæðunum. Við eigum alltaf bænin okkar til að leita í. Við erum í fyrirheit, mann mun alltaf standa við hlið okkar. Stundum gleymum við því. Og ég get alveg sagt okkur það, ég ætla að játa mig síðar að ég er ekki mjög þolinmóð í umferðinni. Ég nota þessa bæn stundum þar. Bara minna af mér og meira af þér þegar ég fann að argast út í hinn og þennan í umferðinni. En mér langar svo að biðja ykkur núna að koma ykkur vel fyrir. Að sitja með báða fætur á gólfinu. Og eins og ég sagði áðan að þá er þetta svæði hér, vöðvinn hérna, undir við handakreikan og fram á bringuna, að þetta er það svæði þar sem við getum róað okkur. Þegar við tökum barn í fangið sem er órólegt, grátandi, að þá er þetta einmitt það sem við gerum. Tökum það í fangið og leggjum hendina á bringuna. Bara það eitt að setja hendina hér, til byggjum að setja hendina, hægri hendina, ofarlega á vinstri bringuna. Þrýstið jafnvel fingrunum aðeins inn í og slakið. Segðu við sjálfa þig í huganum, friður sé með mér. Friður sé með mér. Þið megi opna augun. Undanfarna vikur, þegar ég er búin að vera að hugsa hvað ég ætlaði að segja hér í dag, hafa komið til mín myndir af altaristöflum. Við eigum svo mikið af fallegum altaristöflum þar sem að hendurnar eru svo áberandi tákn. Og þessi fallega altaristafla er í Rýpurkirkju í Skagafirði. Og þannig sjáum við skírn Jesú. Og sjáum hvernig Jesú er með hendurnar á bringunni. Hendur Jóhannesar skírara fyrir ofan höfuðið á Jesú og friðardúfan þar fyrir ofan. Þetta er einstaklega falleg mynd og táknræn. Og þar sem að kirkjudagar snúast svolítið þennan frið, og það langar mér að segja til ykkar, friður sé með ykkur. Og góður Guð notar fólk eins og mig og þig. Takk fyrir mig. Er þið með ykkur spurningar eða eitthvað sem ykkur langar að deila? Já, fyrirgefðu.
Vatnsmeðferð, flotmeðferð er íslenskt hugvit. Að það er kona sem heitir Unnur Valdís Kristinsdóttir sem hannaði búnað til þess að nota í vatni. Það er flot hetta sem er sett á höfuðið og svo fótaflot sem er sett yfir lærin, þannig við fljótum í vatninu og margir geta flotið án flotbúnaðar, en þetta er eina skiptið sem að allur líkaminn og hryggsúlan okkar fær fullkomna hvíld. Ef við fljótum bara sjálfa þá erum við alltaf í svona smá viðbragðsstöðu. Og þetta og hún er búin að hanna alls konar vörur í kringum þetta til þess að veita velíðan í vatni. Og það er ákveðin meðferð sem við lærum til þess hvernig við hreyfum líkamann og losum spennu. Og þetta er í boði mjög víða, til dæmis í Mörkinni hérna í Reykjavík eru flottímar. Ég hef verið að bjóða þetta í sundlaugina á Ólafsfirði og þetta er í upphituðum sundlaugum sem eru svona cirka 35-36 gráður, þannig okkur finnum fyrir velíðan. Og gaman að segja frá því að þetta er eitt af því sem við buðum upp á í Orlofsbúðum eldri borgar á Löngumýri, að það var að fljóta. Og það var dásamlegt að geta veitt eldri borgurum þetta tækifæri að fljóta í vatni og að fá snertingu og nærveru og sálgæslu. Þannig að það tvinnast allt saman. En þetta er íslenskt hugvit, bæði hönnuðin á búnaðinum og meðferðin sjálf. Og við höfum fengið til okkar mann frá Ísrael sem heitir Ómer. Hann er vatnsmeðferðarfræðingur og hefur farið út allan heim að kenna alls konar vatnsmeðferðir. Og hann hefur verið partur af þessari vegferð flothettu hér á Íslandi og víðar. Ég held að hann sé í Argentínu akkurat núna að kenna með íslenska hugvitið. Svolítið gaman að þá get ég sagt að ég hef verið svo heppin að fá að njóta að fljóta með önnum. Og það er dásamlegt. Það skilur allt eftir. Maður fyrir algjörlega bara slaku og fyndi sig. Og þetta er svo ómetanlegt. Og þetta er svo ótrúlega gefandi. Að fara og leyfa sér. Að gefa eftir rauninni alla stjórn. Maður gerir það ekki svo auðvitað. Maður þarf alltaf að vera stjórn einhverjum. Það er svo að gefa 5 daga eða Nákvæmlega. Það er alltaf að vera stjórn einhverjum. En í vatninu, þá er þetta bara... Í þyngdarleysinu. Já. Ég bý í Hlíðunum í Reykjavík og það var svo undurfallegt í dag. Ég var að horfa út stofugluggann og það er leikskóli hinum við göttuna. Og þau voru út að leika sér. Hönd í hönd, skoppandi, út allt. Og það er svo fallegt að sjá þessa dásamlegu snertingu. 2 lítil börn. Erum við ekki þannig? 2 lítil börn sem þurfum snertingu, ást og umhyggju. Er eitthvað spurning úr tölvuheimum? Nei, við erum með lokað. Ok. Já. Eitthvað sem viljið deila? Bara ást og friður. Takk fyrir mig.